Hingað kominn Hjálmar Gíslason frá Datamarket. Þú varst nú hér í þættinum í fyrra og vakti mikla athygli með framsetningu á ýmsum gögnum og við ætlum aftur áfram að fara í gögn og kannski hnykkja aðeins fyrst á því, Hjálmar, svona meðferð opinberra gagna. Þú ert nú einn af þessum hefur verið talsmaður þess að hér sé mikið gagnsæi og hluti sé upp á borðum og þú segir að það sé svona hinn nútímalega aðferð í því að reka samfélög. En við ætlum líka að fjalla svona nokkur atriði meðal annars fjárlögin. Já, akkurat. Ef við bara förum aðeins yfir þetta, sko, svona mínar ær og kýr eru töflugögn og tölfræðigögn ýmiss konar. Það í sjálfu sér á nóg að taka, en mörg af þeim prinsipum sem ég hef verið að tala fyrir í þeim efnum þau eiga svo sem líka við textaskjöl, samninga, minnisblöð og annað slíkt í stjórnsýslunni og þar kannski komum við svona inn á þessa gagnsæis umræðu ennþá meira heldur en bara varðandi gögnin sjálf. Nú, ef við tölum bara aðeins opinber gögn, þá það megin hlutverk sumra stofnana að safna gögnum. Við getum talað Hagstofuna, við getum talað Veðurstofuna, við getum talað fleiri stofnanir þar og í rauninni stofnanir ríkisins eru eitthvað á 300 og allar þeirra hafa það sem annarkvort skilgreint hlutverk eða svona afleiðing af sinni starfsemi að þær verða til einhvers konar gögn sem að mörg hver eru búið að safna í langan tíma og eru gríðarlega verðmæt. Ef við tökum restina af hinu opinbera, þannig að sveitarfélögin svo framvegis, þá erum við komið með 500 stofnanir eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta gríðarleg vinna sem að fara í ýmiss konar gagnasöfnun og gagnagerð í rauninni út um allt land. Og það hins vegar þannig að staðan á svona aðgenginu af þessum opinberu gögnum, það allavega engin föst regla í gangi með það. Það leyfismálin eru óljós, sumt eru þetta bara til á textaformi í einhverjum gömlum skrám. Það ekkert yfirlit til yfir það hvað til og hvaða gögnum stofnanir safna. Í einhverjum tilfellum rekst maður á það að stofnanir eða jafnvel einstaklingar innan stofnana liggja eins og ormar á gulli vegna sem þeir hafa eitthvað vald í því. Þetta þó algjörlega undantekningin. Það eru mjög langstærsti hluti þeirra sem ég á í samskiptum við í þessu. Þeir eru mjög opnir fyrir því að nýta þessi gögn betur og gera meira úr þeim. Og svo svona kannski eitt af mínum áhugamálum í þessu, það að sumar stofnanir hafa á sér svokallaða sértækjuskyldu sem að kveður á það að þær eigi fyrir þessi gögn sem þeir safna, þetta séu verðmæt gögn, að það kveðið á að þeir hafa tekjur af sölu þeirra. Það sem ég hef séð í langflestum dæmum er að þeir fáu sem að kaupa aðgang að gögnunum eru aðrar stofnanir ríkisins. Þannig að það í rauninni ein ríkisstofnun borgar annarri fyrir aðgang og það eina sem gerist með þessari gjaldtöku er að það verða engin not á þessum gögnum í einkageiranum meðal almennings. Þannig að það held ég að hljóta að vera öfugt við tilganginn. En hvað hægt að gera við gögn? Ég tók 2 dæmi sem ég... Þetta er skemmtilegt dæmi. Við erum út með annars vegar mannfjöldan á Íslandi. Já. Og þarna fáum við nefnilega, ef við reykjum okkur gegn mann, þá komumst við að alls konar niðurstöðum sem eru mjög relevant fyrir, ekki bara fyrir samtíman, heldur fyrir framtíðina líka. Akkurat. Þessi gögn eru safnað á Hagstofunni. Það hefur verið safnað síðan 1841 og þannig erum við að horfa á mannfjölda eftir kyni og aldri og þetta eru klárlega gögn, þannig að við fullt af tölum og við myndum teikna þessa töflu upp alla svona í heilu lagi, þá lítur hún einhvern veginn svona út. Við erum að horfa þarna á einhverja gríðarlegt magn af gögnum. Við hins vegar og Hagstofan stendur sér notabenni mjög vel í því að veita skjótan og greiðan aðgang að þessum gögnum eins og þau koma fyrir. Það sem hægt að gera við þessi gögn er að við getum, erum við til dæmis að horfa á það er búið að teikna upp svona mannfjöldapíramída. Hér er ártalið og árið 1841 voru 57.133 Íslendingar. Svo er aldurinn hér og síðan erum við með kalla og konur sem hverjum yfir ásinn. Þannig erum við að horfa á 1841 og við getum spilað okkur í gegnum þetta ár frá ári. Og þá sjáum við í rauninni hvernig þetta þróast í gegnum tíman. Fyrstu árin er kannski það merkilegasta sem við sjáum að stundum fyrsti árgangurinn dálítið stór, en hann kemst ekki upp á annað ár, sem segir okkur væntanlega eitthvað barnadauða, aðbúnað mæðra og annað slíkt. En píramídin svona eins og jólatré sem almennt talið dæmi vanþróað eða lítið þróað ríki þar sem kannski samt ekkert að, en engin stór áfall. Já, þeir yngstu eru neðst og þeir elstu eru þarna eftir píramídin. Akkurat. Síðan kemur seinni heimsstyrjöldin. Þar dregur verulega úr barneignum, en síðan eftir stríðið þá verður algjör sprenging, þetta baby boom sem hefur verið talað í Bandaríkjunum og það svona framundi 1960 en eftir það, í rauninni síðan 1960 þá hafa allir árgangar verið álíka stórir 4.500 til 5.000 manns. Þessar sögur áttu við sjálfur sér allar vona á að sjá þegar við fórum að taka þetta saman. Það var eins og aðrir hlutir sem að stukka á okkur þegar var búið að breyta þessum góðu gögnum í myndrænar upplýsingar. Ef við horfum til dæmis á síðustu 3 árin og horfum hér á kallamegin á aldursbilið svona 20 til 50 ára, þá getum við séð hérna gríðarlega aukningu á árunum 2005 til 2008.
Og þetta öllum líkindum innflutt vinnuafl sem kemur til að vinna við Kárahnjúka, vinna við tónlistarhúsið og svo framvegis. Annað sem við sjáum að næstu 20 árin, hérna 67 ára aldurinn cirka bát hér, og næstu 20 árin þá eiga þetta árabil hér eftir að komast upp á eftirlaunaaldur. Þannig við erum að sjá fram á það að lífeyrissjóðirnir að fá þessa eftirstríðsaukningu, sem mannfjöldaaukningu, þeir að fá hana núna inn á lífeyrin, sem að segja okkur heilmikið það undir hvers konar pressu þeir verða með útgreiðslur næstu ár. Ef við stökkum tilbaka í kynninguna, þá var hitt dæmið sem mér langaði að nefna, það var fjárlögin. Aftur, gögn sem eru opin og aðgengið að þeim bara þokkalegt, og við tókum þessi sömu gögn og höfum teiknað upp svona gagnvirka framsetningu á þeim. Þetta náttúrulega aldrei lítið hérna á skjánum, en hér erum við að horfa á að heildarfjárlögin eru 555 miljardar, 555.000 milljónir, og síðan teiknum við í rauninni ráðuneytin hér niður, félags- og tryggingamála efst, svo koma vaxtagjöld ríkissjóðs, heilbrigðisráðuneyti og svo framvegis, og hér sjáum við í rauninni ráðuneytin í stærð, þannig við sjáum að félags- og tryggingamálaráðuneytið langstærst og svo koll af kolli, endar í forsætisráðuneyti sem rétt milljarð. Við sjáum til dæmis strax, og þetta, við berum þetta saman við þann doðrand sem gefin út í prenti og eins og þetta sett fram á vefnum, þá held ég að fólk sé miklu betur í stakk búið til að tjá sig málinu þarna. Það til dæmis mikið talað niðurskurð í utanríkisþjónustunni. Hér sjáum við utanríkisþjónustuna, hún með 11,6 milljarða á fjárlögum næsta árs. Við fyllum allavega ekki 86 milljarða gat með því að taka til í utanríkisþjónustunni. Það ljóst að það þarf að gera það með því að taka til annar staðar. Svo í rauninni hægt að smetla sig hér áfram, förum ofan í fjármálaráðuneytið, sjáum þar stærstu liðina sem þar undir, sem afskriftir skattkrafna, stærsti liðurinn. Getum flett okkur hér áfram, förum kannski ofan í, hvað eigum við að segja, við getum hort á lífeyrisskuldbindingar og eftirlaun. Það lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins langstærstur, en hérna förum við til dæmis að sjá áhugaverða liði. Eftirlaunasjóður starfsmanna Útvegsbanka Íslands og eftirlaun fyrrum bankastjóra Útvegsbankans upp á samtals einhverjar næstu því 300 eða 250 milljónir. Þetta þá eftir hvað bankahrunið eða svona síðustu hræringar í bankageranum sem verður fyrir næstu í 20 árum síðan. Þannig við getum velt fyrir okkur hvað verðum lengi að borga af hinum. Og ef við förum síðan aftur í upphafið bara benda á það að það síðan hægt að bera þetta saman við fjárlögin í fyrra, og þá sjáum við í 2 súlur fyrir hvern lið. Við sjáum að félags- og tryggingamálaráðuneytið hefur stækkað verulega úr 113 í 136 og heilbrigðisráðuneytið minnkað töluvert úr 115 í 93. Þetta aðalega vegna tilfærslu á starfsemi, það að segja mál sem snúað öldruðum þegar hafa flust frá heilbrigðisráðuneytinu yfir í félags- og trygginga. Raunverulegi samdrátturinn í rauninni að verða, eins og við sjáum hér, það stærsti munurinn á samgönguráðuneytinu sem fer úr 51 niður í 37. Mesti niðurskurðurinn þar. Mesti niðurskurðurinn þar, og ef við smellum okkur þar inn, þá það svokölluð samgönguverkefni sem langstærsti liðurinn, en hann fer hins vegar úr 31,5 milljarði niður í 18,5. Þetta bara tekið sem dæmi, en tólinu ætlað að gera fólk færara það að mynda sér sjálft skoðanir á þessum málum. Nú ef við hoppum aftur tilbaka í kynninguna, þannig erum við búin að taka 2 dæmi gögn sem eru opin og tiltölulega aðgengileg. Þetta bara alls ekki staðan eins og ég fór í gegnum á þann með öll gögn. Það sem ég held að ég vera almenna reglan að öll gögn í eigu opinbera aðila eiga að vera opin og aðgengileg nema aðrir ríkari hagsmunir, til dæmis persónuverndarhagsmunir eða öryggissjónarmið, gefi brýna ástæðu til annars. Þessi ekki verið að tala að allt eigi að vera opið alveg skilyrðislaust, heldur eru oft aðrir hagsmunir ríkari. Og fyrir þessu í rauninni 3 eða 3 konar ástæður. Þetta eru gögn sem eru búin til fyrir opinbert fé, en það í rauninni búið að vera að borga í sumum tilfellum að segja árhundruðum saman. Það til gögn í Hagstofunni sem tegja sig vel aftur á miðaldir og í þeim gríðarlegt verðmæti, og við höfum í rauninni kannski einhvers konar heimtingu á því að fá að gera það úr þessum verðmætum sem hægt Þetta veitir líka aðhald, ekki bara peningalegt aðhald þegar fjármálaupplýsingar að ræða, heldur líka aðhald að stofnunum. Hvað eru þeir að gera? Hvað eru þeir að búa til? Hvernig eru ákvarðanir teknar? Og svo framvegis. Og í þriðja lagi, þá eru heilmiklir nýsköpunarmöguleikar í þessum gögnum. Og þar kannski svona, held ég að hlutinir mest eftir að koma okkur óvart. Hugsanahátturinn hins vegar, hann hefur verið sá að gögn hafa verið lokuð nema það hefur verið rík ástæða til að opna þau. Við viljum snúa þessum hugsanahætti við, þannig að þau séu í rauninu opin og þetta sé allt saman opið og aðgengilegt nema það sé sérstök ástæða til að fela gögn. Það ákveðin vitundavakning að eiga sér staðið þessum málum. Obama hefur sett á stað, hann réði í rauninni fyrsta sinn upplýsingatækni fulltrúa í ríkisstjórnarinnar, svo kallan CTO hjá ríkisstjórninni, og gaf út á sínum fyrstu dögum í embætti
þá línu að öll gögn hins opinbera ættu að vera opin og aðgengileg með þessum hætti. Í Bretlandi hafa báðir stóru flokkarnir lýst því yfir að svona eigi stefnan að vera og ríkisstjórnin hefur meira að segja fengið mann sem heitir Tim Berners-Lee sem að fann upp HTML-staðalinn sem keyrir á bak við allt sem að gerist á veraldavefnum og verið kallaði faðir internetsins sem ráðgjafi í þessum málum. Og síðan kannski rétt að tala kannski þriðalagi sænska prófessorinn Hans Rosling sem hefur vakið athygli fyrir gríðarlega áhugaverða framsetningu á gögnum sérstaklega þriðja heiminn og að valda því að þessar alþjóðastofnanir, Sameinuðu þjóðirnar, Alþjóðabankinn og svo framvegis að opna öll sín gagnasöfn með þeim hætti sem ég að lýsa hérna. Gagnadrifin blaðamennska er síðan önnur birtingamynd af þessu. Þar eru menn, fjölmiðlar í auknum mæli að taka svona gagnasöfn, setja þau fram með þeim hætti að lesendum sjálfum gefist kostur á að kafa ofan í gögnin og kynna sér þau og mynda sér sínar eigin skoðanir án þess að blöðin sjálf séu með einhvers konar greiningu á þeim. Síðan eru kannski skrifaðar 20-30 fréttir af mismunandi blaðamönnum sem hafa mismunandi sjónarhorn sem vísa á þessi sömu gögn. Þið gerðu þetta náttúrulega með mbl.is í varðandi fjárlögin og ISAVE-reiknirinn. Það er hinn merkja ISAVE-reiknir. Það sem mér fannst alveg stórmerkilegt með ISAVE-reiknin var að 25.000 Íslendingar þeir fundu ástæðu til þess hjá sér að fara að kafa ofan í einhver smáatriði og svona tiltölulega flókin mál varðandi það hvernig þessar ISAVE-skuldbindingar eru reiknaðar út. Og það held ég að sé merki um við erum náttúrulega svona, það verður ekki verið kallað kreppuklám við erum svolítið kreppuklámyndar en það er samt sem áður málið, þess vill fólk setja sig inn í málin. Bara kannski til þess að ljúka þessu, vandamálið okkar, bæði inn á við og út á við, það er að segja inn á við, inn í samfélagið, íslenska samfélagið og út á við, skortur á trausti. Og þessi skortur á trausti, hann stafar af því að okkur finnst að það hafi eitthvað gerst og það hafa hluta til verið vegna þess að okkur voru leyndar einhverjar upplýsingar. Eina leiðin til þess að taka á þessu bara að vera með miklu öflugri upplýsingagjöf. Að tala miklu opinskára og sýna að við höfum ekkert að fela hvorki sem samfélag gagnvart hvert öðru, né sem land gagnvart öðrum löndum í heiminum. Þurfum að slíta þessu núna. Hjálmar, þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Ég á hér von á Jóni F. Thoroddsen og svo Jónasi Kristjánsinni.